Fjórða dagskrárliðar sem umræða kynbundið ofbeldi í Reykjavík og þá tekur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Allt ofbeldi hræðilegt. Slagsmál, stríð, einelti, andlegt og líkamlegt ofbeldi af öllum toga. Allt þetta hræðilegt og ömurlegt og mannkyninu til minnkunar. Ofbeldi aldrei lausn á neinum vanda, þvert á móti vekur það vanlíðan og togstreitu fyrir einstaklinga og samfélög og eykur þannig á vanda heimsins rétt eins og hann sé ekki nægur fyrir. Það eru til margar tegundir af ofbeldi og rætur þess má rekja til ólíkra þátta, ýmist hjá einstaklingum eða samfélögum. Kynbundið ofbeldi fyrst og fremst samfélagsmein. Því vissulega beitt af einstaklingum og það bitnar á einstaklingum en það á rætur sínar að rekja til samfélagsgerðarinnar. Og leið líka hægt að rekja kynbundið ofbeldi til samfélagsgerðarinnar þá á þetta sama ofbeldi sinn þátt í að viðhalda þessari sömu samfélagsgerð. Kynbundið ofbeldi vítarhingsfyrirbæri. Kynbundið ofbeldi á rætur sínar að rekja til menningar þar sem karlar og konur standa ekki jafnfætis. Það afleiðing menningar sem skiptir eiginleikum, áhugamálum og hæfileikum í karllægt og kvenlægt, menningar sem metur hið karllæga meira en hið kvenlæga. Kynbundið ofbeldi þrífst í menningu sem hlut gerir stelpur og konur, þar sem konum ætluð prúðmennska og passívitet á meðan körlum ætlað að taka sér pláss og fá sér það sem þeir vilja, að ekki sé talað að þeim sé ætluð óseðjandi og stjórnlaus kynorka. Væntingar til stelpna og stráka, kvenna og karla eru ósanngjarnar og óraunhæfar. Þær skaða okkur öll og þær eru rótin að samfélagi þar sem kynbundið ofbeldi grasserar sem aldrei fyrr. Stundum finnst mér ég vera orðin gömul og stundum það bara dálítið gott. Ég man þegar femínískar kenningar kynbundið ofbeldi áttu ekki upp á pallborðið. Ég man þegar best þótti að kenna persónulegum brestum einstaklinga gjörðir þeirra, í mesta lagi uppvexti og uppvaxtarskilyrðum. Ég man þegar samfélagsgerðin var fríð allri ábyrgð. Í dag öldin önnur og aldeilis betri þegar kemur að þekkingu á ofbeldi, uppruna þess og afleiðingum. Þar hefur orðið jákvæð þróun þó margt hafi breyst til hins verra eins og ég mun koma inn á hér á eftir. Auðvitað þykir enn mörgum nóg og ég efast ekki að einhverjum hafi þótt ég taka fullsterkt til orða nú þegar, en það verður að hafa það. Ég hef ekkert sagt sem ekki hefur verið kvittað upp á af opinberum stofnunum og fagaðilum sem að vinna að málaflokknum. Femínískar kenningar eru löngu viðurkenndar, þær eru notaðar af Sameinuðu þjóðunum, íslensk lög byggja á þeim sem og flestar þær stofnanir og sérfræðingar sem að vinna að málaflokknum hér á landi. Í yfirlýsingu afnám ofbeldis gegn konum frá 1993 kynbundið ofbeldi skilgreint sem ofbeldi á grundvelli, með leyfi forseta, ofbeldi á grundvelli kynferðis sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáningar kvenna, einkum hótunum slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi, tilvitnun lýkur. Í sömu yfirlýsingu byggt á sömu samfélagsgreiningunni og áður var lýst hina stigskiptu tvíhyggju feðraveldisins. Tilvitnun hefst með leyfi forseta. Allsherjarþingið viðurkennir að ofbeldi gagnvart konum staðfesting á aldagömlu valdamisvægi kynjanna leiddi til drottnunar karlmanna og mismununar gagnvart konum og hindraði öfluga framsókn kvenna. Og að ofbeldi gagnvart konum einn af þeim grundvallar þáttum í samfélaginu leiðir til þess að konur eru settar skörlægra en karlmenn, hefur áhyggjur af því að sumir hópar kvenna, til dæmis konur í minnihlutahópum, innfæddar konur, flóttakonur, farandkonur, konur búa í sveitum eða einangruðum samfélögum, blásnauðar konur, konur á stofnunum eða í fangelsum, stúlkur, fatlaðar konur, eldri konur og konur á stríðstímum eru einkum beittar ofbeldi. Tilvitnun lýkur. Íslensk lög skilgreina kynbundið ofbeldi með svipuðum hætti. Þau byggja á að ofbeldi sé á grundvelli kynferðis eða hótunum slíkt. Kynbundið ofbeldi sumsé ofbeldi sem að konur verða fyrir kynferðis síns vegna. Og svo það sé sagt,
þá eru vissulega til karlar sem að verða til ofbeldi og það eru til konur sem að beita ofbeldi og það eru til pör eða sambönd sem ekki falla undir kenningar kynjafræðinnar. Þau dæmi eru alveg jafn alvarleg og hinn en þau eru undantekning og ekki regla og ég mun halda mig við femíníska greiningu á samfélaginu hérna í frá. Forseti, ég man ekki til þess að hafa oft rökstutt umræðuefni hér í pontu og auðvitað á ég ekki að þurfa að rökstyðja ástæðu þess að kynbundið ofbeldi hefur verið sett á dagskrá hér í borgarstjórn. Ég ætla engu að síður að gera það. Öllu heldur ætla ég kannski að benda á mikilvægi þess að við lítum á kynbundið ofbeldi sem pólitískt viðfangsefni og að það sé hér til umræðu rétt eins og aðrir þeir hlutir sem borgaryfirvöld telja ástæðu til þess að hafa áhrif á upp á gott og vont. Kynbundið ofbeldi sem samfélagsleg meinsemd er að sjálfsögðu eitthvað sem við hér inni eigum öll að beita okkur gegn. Það er hægt að gera með fjölbreyttum aðferðum á öllum sviðum borgarinnar því í raun og veru er kynbundið ofbeldi bara ein af birtingamyndum misréttis kynjana. Hún er ljótasta birtingamyndin, hún er til marks mikilvægi þess að við beitum okkur gegn öðrum og léttvægari birtingamyndum. Ef okkur er alvara, þá verðum við að uppræta staðalmyndir. Við verðum að gefa börnum tækifæri á að rækta með sér hæfileika og áhugamál óháð fyrirframgefnum stöðluðum hugmyndum samfélagsins. Við verðum að mennta börn til gagnrýnnar hugsunar. Öll svið og allar stofnanir verða að stuðla að fjölbreyttum tækifærum stelpna og stráka og karla og kvenna og við verðum að útrýma kynbundnum launamun. Forseti, má ég biðja um þögn í salnum. Mér finnst mjög óþægilegt að tala hér á meðan menn er að tala saman. Forseti bara vill vekja athygli á því að það væri ofsalega vel þegi að fólk myndi bara ekki að tala meðan að borgarfulltrúar eru í ræðustól. Takk. Ég held áfram. Þá verðum við líka að bjóða upp á þjónustu sem stuðlar að jafnari tækifærum beggja foreldra og svona geti ég haldið áfram í allan dag. Kynbundið ofbeldi er ekkert smotteri. Þetta er ekkert eitthvað sér áhugamál mussukettlinga eða vandamál sem þolendur þurfa að glíma við einir. Kynbundið ofbeldi hefur áhrif á líf okkar allra með beinum eða óbeinum hætti, enda benda rannsóknir til þess að 40% kvenna 16 ára og eldri hafi orðið fyrir ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni hér á Íslandi. Allar þessar konur eiga fjölskyldur og vini sem ofbeldið mun jafnframt hafa einhver áhrif á. Klámiðnaðurinn, vændi og tilheyrandi mansal er talið vera einhver umfangsmesta glæpastarfsemin í heiminum í dag ásamt eiturlyfjum og ólöglegum vopnaviðskiptum. Þess vegna er kynbundið ofbeldi á dagskrá í dag. Að því að við teljum okkur bera umtalsverða ábyrgð sem stjórnmálafólk, að því við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sporna gegn áhrifum kynbundins ofbeldis. Og þá teljum við hafa rökstutt dagskráliðin, kæri forseti, og mun halda áfram að ræða viðfangsefnið sjálft. Birtingamyndir kynbundins ofbeldis eru margar. Andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi og sjaldan er þar ein báran stök. Í kynferðislegu ofbeldi felst til að mynda bæði líkamlegt og andlegt ofbeldi, það segir sig sjálft. Kynferðislegt ofbeldi getur svo birst með ýmsum hætti, til þess telst til dæmis kynferðisleg áreitni, syfjaspell, nauðganir, klám og vændi. Klám og vændi er svo nátengt mansali sem er ofbeldi út af fyrir sig. Hér getum við nefnt ótal dæmi. Við þekkjum öll dæmi fullakallin og undirgefnu konuna, konuna sem er nauðgað í húsasundi eða stelpuna sem ætlaði að verða au pair en er læst inn í gluggalausu herbergi og selt. Þetta eru því miður ekki óraunsæ dæmi, þau eru til en ofbeldið á sér svo miklu fleiri og fjölbreyttari sögur, því miður. Ofbeldið þrífst líka meðal fallega og ríka fólksins. Konum er nauðgað af eiginmönnum sínum í eigin rúmi og mansal fer fram án sýnilegra kúgunartækja. Og þessar sögur eru heldur ekki sjaldgæfar, þær eru líka raunverulegar, því miður. Þó einhverjir vilja halda í hugmyndina hamingjusömu hóruna er löngu vitað og löngu þekkt að hún er algjör undantekning, vændi er fyrst og fremst neyðarbrauð hjá þeim sem það stunda og í raun ekkert annað en nauðgun sem að greitt hefur verið fyrir. Sama gildir klám. Það er verra ef eitthvað er, nauðgun sem greitt hefur verið fyrir og fest á filmu eða hreyfimynd. Þær tegundir ofbeldi sem ég hef talið hér upp eru kannski úreltar, ég veit það ekki, kannski er þetta ekki nógu nákvæmt eða kannski er þetta bara aðeins öðruvísi í dag en það væri í gær, allavega pottþétt öðruvísi en fyrir 100 árum. Kynbundið ofbeldi er jafn gamalt samfélagsgerðin okkar. Það hefur alltaf verið til, en það hefur þróast með samfélaginu til góðs og slæms.
Það kannski ekkert úr vegi að velta því fyrir sér nú þegar 100 ár eru liðin frá því konur fengu kosningarétt á Íslandi hvað hafi breyst hvað ofbeldi varðar. Auðvitað var til kynbundið ofbeldi fyrir 100 árum. Konur voru hlutgerðar, þær voru lamdar og þeim var nauðgað. Vændi hefur án efa verið til og það hefur byggst að öllum líkindum á sömu lögmálum og í dag. Langflestar vændiskonur hafa selt sig af neyð og hlutverk melludólga hafa verið áþekk því sem að nú þekkist að teknu tilliti til aðstæðina. Klám var aftur á móti snúnara fyrir 100 árum en í dag, framleiðsla og dreifing var mun erfiðari. Á þess að ég ætla að þykjast hafa einhverja sérþekkingu á sögunni eða þróuninni sem slíkri að þá alveg ljóst að ofbeldi gegn konum var beitt í nokkuð þegjandi sátt hér í Reykjavík og hér á Íslandi og í hinum vestræna heimi, allt þar til konur tóku sig saman á 8. og 9. áratugnum og hér í Reykjavík var stofnað kvennaathvarf árið 1982. Allt fram að því voru engin almenn úrræði fyrir konur sem að beittar voru ofbeldi, það var á ábyrgð þeirra og nánustu aðstandenda. Stuttu síðar komu Stígamót-sögunar og veittu þolendum kynferðislegs ofbeldis ráðgjöf og stuðning. Forseti og borgarfulltrúar, eins og ég sagði áðan, þá hefur þróun kynbundins ofbeldis verið bæði jákvæð og neikvæð. Mikil og ör þróun hefur átt sér stað þegar kemur að réttaröryggi og þjónustu við þolendur ofbeldis. Kvennaathvarf og Stígamót hafa verið þar leiðandi ásamt mikilvægum samtökum á borð við Rauðsokkur, Kvennaframboð, Kvennalista, Kvenréttindafélagið og Femínistafélagið svo nokkuð sé nefnt. Lögreglan hefur tekið við sér, saksóknaraembættið og talsverðar lagabætur hafa átt sér stað. Bann hefur verið sett við kaupum á vændi, austurríska leiðin verið samþykkt, afnám fyrningarákveða og bætt réttarstaða þolenda skiptir gríðarlegu máli og gerir fyrrgreindum embættum auðveldara að tryggja öryggi og sanngjarna málsmeðferð hverju sinni. Skömmin hefur verið flutt þangað sem hún á heima. Ofbeldi á ábyrgð þess sem það fremur, eða sko þannig á það að vera, þannig viljum við það sé og við vitum að það pólitískt rétt nálgun. Við stöndum með þolendum sem að stíga fram og segja sögu sína, við dáumst að hugrekki þolenda og styrk þegar þeir vinna í sínum málum og við hvetjum þolendur og styðjum út í hið endalausa. En að einu skilyrði uppfylltu. Við stöndum með þolendum og við styðjum þá og dáumst að þeim að einu skilyrði uppfylltu. Mjög mikilvægu skilyrði. Að gerandinn sé skilinn eftir nafnlaus og persónulaus. Að enginn sé ásakaður verknaðinn, hvað þá kærður. Við stöndum með þolendum nafnlaus ofbeldis, ofbeldis sem að gerðist bara, ofbeldis sem að verður bara. Kæri aftur á móti þolandinn gerandan, þá veruleikinn annar. Þá splittast fjölskyldur og vinahópar, kommentakerfin fyllast og þolandinn má búast við árásum og svívirðingum, jafnt prívat sem á opinberum vettvangi. Við erum ekki komin lengra en svo. Við stöndum með þolendum og viljum ekki að þeir axli ábyrgð á kynbundnu ofbeldi, gott og vel, en við erum ekki komin nægilega langt til að færa ábyrgðina lengra en hálfa leið. Að standa með þolendum gegn gerendum hægara sagt en gert og þar eigum við allt of langt í land. Ég hef enga lausn á reiðum höndum, en það væri sjálfsagt búið að beitinni væri hún til. Áframhaldandi fræðsla, áframhaldandi umræða, áframhaldandi vitundavakning það sem þarf, umræður hér og þar og allstaðar. Þróun ofbeldisins sjálfs, burt séð frá viðbrögðum og þjónustu við þolendur, hefur verið verulega slæm. Kynbundið ofbeldi hefur frekar aukist en minnkað, fagaðilar í málaflokknum tala að það verði stöðugt grófara og stöðugt fjölbreyttara. Klámiðnaðurinn óx og dafnaði samhliða tækniþróun í mynda- og kvikmyndatöku og miðlun þeirra á síðustu öld en hefur hreinlega blómstrað með tilkomu internets og snjallsíma á þessari öld. Það raunverulegt áhyggjuefni hversu hratt tæknin virðist vera nýtt í þágu ofbeldis, gegn stúlkum, gegn konum og nýjasta dæmið, svokallað hefndarklám, líklega einhver ógeðfelldasta birtingamyndin sem komið hefur fram, enda áhrifaríkt og ógnvekjandi kúgunartæki. Hefndarklám, það að birta og eða dreifa myndum af einstaklingum án vitundar eða samþykkis viðkomandi næsta kynslóð kynferðisofbeldis og því miður erum við berskjölduð og óvarin sem samfélag. Rétt eins og börn og unglingar sem að virðast vera að lenda í klóm þessa menningarafkima með afleiðingum sem við eigum enn eftir að sjá hverjar verða. Hefndarklám á sér margar hliðar og tilkomið af ýmsum ástæðum en það sannarlega kynbundið, gerendurnir í flestum tilfellum karlar og þolendurnir konur, eða kannski öllu heldur strákar og stelpur.
Þó mörg dæmi séu fullorðið fólk að sjálfsögðu og ég ítreka enn og aftur að til eru undantekningar með öfugum kynjahlutföllum en vandinn er kynbundinn rétt eins og aðrar þær tegundir sem hér hefur verið fjallað um. Fyrstu viðbrögð við þessari tiltölulega nýju leið virðist hafa verið að reyna að fá stelpur til að senda ekki af sér myndir. Umhugsunarlaus og kannski eðlileg viðbrögð, en jafn röng og að segja stelpum að klæðast ekki stutt pils vilji þær forðast nauðgun. Næstu viðbrögð og sú stemning sem nú virðist ríkja í samfélaginu virðist vera sú að setja ábyrgðina á gerandann. Það er rétt og í samræmi við það sem við töluðum áðan, og sannarlega brýna mikilvægi trausts fyrir drengjum og fría stúlkurnar ábyrgð. Það eru líka alveg eðlileg viðbrögð og mun betra að setja ábyrgðina á þá sem bregðast traustinu heldur en þær sem senda myndirnar, en ég er ansi hrædd að hvorugt virki og að vandinn sé víðtækari heldur en þetta. Við verðum í þessu sem öðru að skoða samfélagsgerðina og þann menningar afkima sem að hefndarklánmið er sprottið upp úr. Þá menningu sem að virðist hafa skapast meðal unglinga og ungmenna að það sé sjálfsagt og eðlilegt að senda nektarmyndir út allar trissur, að það sé sjálfsagt og eðlilegt að krefjast nektarmynda, hvað þá að það sé í lagi að misnota það traust sem í slíkum sendingum felst. Þessi menning er tiltölulega nýtilkomin en stórundarleg og virðist vera að hreiðra sig á unglingastigi og í framhaldsskólum, þar sem pressan er á bæði kynin, á stráka til þess að afla nektarmynda og dreifa þeim og á stelpur til að senda nektarmyndir og vona það skásta. Við verðum að leggja okkur fram að brjóta þetta upp og hjálpa börnum að bera ábyrgð á sjálfum sér, bera virðingu fyrir sjálfum sér, standa undir því trausti sem þeim er sýnt og sýna hverju öðru tilhlýðilega virðingu. Þetta snýst nefnilega ekkert eitthvað unglingafykt. Þessar gjörðir geta haft gríðarlegar afleiðingar í för með sér. Myndirnar ferðast með ljóshraða án þess að nokkur hafi þar stjórn á. Og af hverju hef ég áhyggjur af því? Jú, hér erum við komin á nýtt stig í klámvæðingunni og hlutgervingu kvenna. Áhrif klámvæðingarinnar eru þekkt. Hlutgerving kvenna og tilvist klámmynda af kynsystrum mínum hafa haft umtalsverð áhrif á stöðu kvenna og möguleika þeirra í lífinu. Staða mín og möguleikar mínir eru takmarkaðir af hlutgervingu kvenna sem ég þekki ekki neitt en hafa lent í klám og vændisiðnaðarins. Við getum bara rétt ímyndað okkur hvaða áhrif það hefur þegar myndirnar eru ekki bara af ókunnugum kynsystrum heldur af okkur sjálfum. Þegar stelpurnar sem að núna í sakleysi og vegna pressu senda myndir í fíflagangi sem fara svo á flakk og enda hvar sem ókomna tíð. Við getum rétt ímyndað okkur hvernig þeim á eftir að ganga í atvinnuviðtölum, í forvölum, í kosningabaráttum framtíðarinnar, þori þær yfir höfuð að taka slagi vitandi hvað leynist í farteski internetsins. Hefndarklám er ný kynslóð kynferðisofbeldis, hún er illvíg og hún er stórhættuleg. Það er afleiðing af menningu sem hefur skaðleg áhrif á stelpur og stráka, konur og kalla og samfélagið í heild sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hvað getum við gert? Fjölmargt sem betur fer og við erum að gera heilan helling. Fyrst og fremst verðum við að halda umræðinu á lofti, vera vakandi og beita okkur á öllum þeim sviðum sem við getum og höfum aðstæður til. Reykjavík tekur nú þegar þátt í sérstöku átaki gegn heimilisofbeldi. Jafnréttisskólinn undirbýr fræðslu meðferð samfélagsmiðla og snjalltækja. Við erum með aðgerðaráætlun gegn ofbeldi gegn konum og börnum og við höfum farið í sérstakt átak gegn kynferðislegri áreitni í borginni, en við getum gert betur og við eigum að gera betur. Mannréttindaskrifstofa, velferðarsvið, barnavernd, skóla- og frístundasvið og í raun öll svið og allar stofnanir borgarinnar geta lagt sitt af mörkum. Munum að kynbundið ofbeldi er bara ein af birtingamyndum kynjamisréttis. Hún er sú ljótasta og sú allra brýnasta að sporna gegn, en við verðum að taka á öllum hliðum málsins á sama tíma. Við verðum að stuðla að frjálsara og umburðarlyndara samfélagi þar sem karlar og konur standa jafnfætis og ofbeldi í krafti yfirburða eða vanmats þrífst ekki. Ég heiti því að gera það sem í mínu valdi stendur og þykist þess fullviss að allir sem hér eru inni séu sama sinnis. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Ágæti forseti og elskulegu borgarfulltrúar.
Ég ætla að fá að byrja á því að lýsa ánægju minni með það að við séum að taka máli hér upp til umræðu í borgarstjórn í dag. Kynbundið ofbeldi svo gríðarlega umfangsmikið og margþætt eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir útskýrði fyrir okkur hér áðan og mjög mikilvægt að við ræðum það hér og tökum á dagskrá stjórnmálana. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir skilgreindi fyrir okkur hvað kynbundið ofbeldi og hverjir hafa leitt baráttuna hér á Íslandi gegn því, leitt kynjabaráttuna á Íslandi, þannig ég mun heldur ekki endurtaka það. Eins og ég sé þetta, þá það staðreynd að kynbundið ofbeldi og ofbeldi gegn börnum einhver alvarlegasta ofbeldisógn sem samfélagið okkar glímir við í dag. Miklu alvarlegar en ógnir af hryðjuverkum, mögulegum skotárásum, tilteknum trúarbrögðum eða öðrum slíkum ógnum sem stjórnmálamenn hafa gert umræðuefni og jafnvel kalla eftir róttækum aðgerðum ríkisvalds í kjölfarið. Ég get nefnt svona eins og hríðskotabyssur fyrir lögregluna og bakgrunnsrannsóknir á múslimum og andstæði byggingu á tilbeiðsluhúsum tiltekinna trúarhópa í borginni. Ofbeldi karla gagnvart konum svo margfalt stærra og umfangsmeira og alvarlegra fyrir íslenskt samfélag og það í rauninni stórfurðulegt að málefni sé ekki ofar á dagskrá stjórnmálana en raun ber vitni. Í raun ættu kraftar lögreglu og ríkisvalds fyrst og fremst að beinast að þessum þáttum. Víkingasveitin eða vopnabúrið eða hvað sem það sem við eigum yfir að ráða hér á Íslandi ætti að beinast að því að stöðva ofbeldi karla gegn konum. Ég tek undir það með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur að við hljótum að vilja gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir að kynbundið ofbeldi eigi sér stað. Við viljum jú að konum og körlum líði vel í borginni og hvorugu kyninni líði vel í borg þar sem að kynbundið ofbeldi grassirar. Umræðan kynbundið ofbeldis gagnast alls ekki bara konum. Hún jafn mikilvæg fyrir karla og hún gagnast að sjálfsögðu öllu samfélaginu leið. Konur hafa margra alda reynslu af því að lifa með ofbeldi af hendi karla og lengst af var ekki tala það og í rauninni forðast ennþá margir að tala það. Það til dæmis fyrst núna síðustu ár sem byrjaði að rannsaka og tala það hryllilega kynferðisofbeldi sem konur voru beittar í útrýmingarbúðum nasista sem betur fyrir var byrjað að skoða það áður en að síðustu konurnar létust, þannig að þær gátu sagt frá því. En hingað til hefur ekki þótt það viðeigandi að ræða þetta. Síðustu ár hefur við hérna á Íslandi líka verið að opna augu okkar fyrir ýmiss konar ofbeldi sem var beitt hér árum áður sem var ekki rætt. Þið þekkið umræðuna ofbeldi á vistheimilum, kynbundið ofbeldi sem fatlaðir hafa verið beittir og fleira. Við erum því að sífellt að gera okkur betur grein fyrir hversu hræðilega algengt kynferðisofbeldi ekki síst gagnvart konum og börnum en einnig körlum að sjálfsögðu. Við höfum gert okkur fyrir því að karlmenn eru gerendur í yfirgnæfandi meirihluta mála og konur þolendur og því stór hluti kynferðisofbeldis kynbundið ofbeldi og því eðlilegt að ræða það sérstaklega hér. Svo við áttum okkur aðeins á umfanginu þá langar mig að vitna hér nokkra tölur sem að velferðarráðherra kynnti í rannsókn sem hann lét gera árið 2010 á ofbeldi gegn konum. Þar kom fram að rúmlega 42% kvenna á Íslandi hafa verið beittar ofbeldi einhver tímann frá 16 ára aldri. Það gerir 45.000 konur á Íslandi. 45.000 konur á Íslandi. Skiptingin svo að ætla má að 33.000 konur hafi orðið fyrir líkamlegu ofbeldi en 25.000 konur kynferðislegu ofbeldi. 25.000 konur. Þetta svo gríðarlegur fjöldi að ég held að við séum ekki einhvern veginn að átta okkur nægilega vel á því. Þetta þýðir að það eru 12.000 konur í Reykjavík sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Rúm 13% kvennanna sem voru spurðar, eða 12.000 til 16.000 konur á Íslandi, sögðust að voru fyrir kynferðislegu ofbeldi í formi nauðgunar eða tilrauna til nauðgunar. Það verður þá 6.000 konur í Reykjavík. Ef væri að ræða einhvers konar smitsjúkdóm eða einhverja plágu sem við staðum frammi fyrir, þá væri hér allt
á öðrum endanum. Samfélagið væri bara allt á hliðinni. Og það í rauninni undarlegt að það sé ekki þannig. Þið heyra að mér mjög mikið niðri fyrir yfir þessi máli. En börn vera líka fyrir ofbeldi. Samkvæmt niðurstöðu íslenskra rannsókna má ætla að 5. hver stúlka á Íslandi sé beitt kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. Þannig það ekki bara konur, það eru líka börn. 10. hver drengur. Önnur rannsókn sem rannsóknir og greining gerði sýndi að 36% stúlkna og 18% drengja voru beittir kynferðislega ofbeldi og þessi rannsóknir reyndar áður en að hefndarklámið kom svona mikið til sögunar. Þannig ég held að við hljótum að vera öll sammála það, við getum ekki haldið svona áfram og það er full ástæða til þess að ræða þetta hér og allstaðar. En hvað getum við gert og hvað hefur verið gert? Það náttúrulega fyrst og fremst fræðsla og umræða sem mikilvæg. Fólk verður að vita að það ekki eitt í heiminum ef það lendir í því að verða fyrir ofbeldi og að samfélagið standi með þeim. Og það ljóst að það þarf fræðslu allstaðar meðal hæstaréttardómara, heilbrigðisstarfsmanna, skóla, barna, lögreglu, kennara, félagságjafa, stjórnmálamanna og svo framvegis. Og umræðan þarf einhvern veginn að vera viðhorf karla til kvenna og hvernig við getum breytt þessum staðalmyndum kynjanna. Viðhorf og menning, ekki síst staðalmyndir kynhlutverkin standa oft í vegi fyrir kvenfrelsi. Ég held að einhvern veginn þetta liggi einhvers staðar þarna. Þannig við þurfum einhvern veginn að berjast til því að ræða og uppræta þessa hversdagslegu fordóma og berjast að sjálfsögðu gegn niðurlægingu kvenna og kvenfyrirlitningu. En það þurfa auðvitað að vera líka til staðar, úrræði og aðstoð fyrir þá sem þurfa. Það má hrósa síðustu ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur fyrir mörg mikilvæg skref í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir taldi upp nokkur af þeim. Það er vissulega vonbrigði að núverandi ríkisstjórn hefur ekki lagt sömu áherslu á málaflokkinn, en fjöldi aðgerða sem fyrri ríkisstjórn samþykkti hafa verið blasnar af eða ekki fjármagnaðar. Það má líka hrósa borgarstjórn síðasta kjörtímabils sem samþykkti aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekki alveg hvar það mál statt og hvar sú aðgerðaáætlun í framkvæmd og ég held að við hefðum öll gott af því að sittast niður með þeim hópi sem hefur stýrt að fylgt eftir þessari aðgerðaáætlun og bara fá að vita hvernig staðan og hvort við getum eitthvað þar gert betur. Nú borgarstjórn kom líka sterkt fram gegn súlustöðum, vændi og svokölluðum kampavínsklúbbum og mér fannst það mjög mikilvægt sem borgari í Reykjavík að fá skýr skilaboð slíkt frá borgarstjórn á þeim tíma. Þau viðhorf til kvenna sem líðast innan lögreglunnar samkvæmt könnunum sem kynnt var í fyrra eru líka grafalvarleg og mikilvægt að við þeim verði brugðist. Það er mjög mikilvægt að sýn og reynsluheimur kvenna sé til staðar við réttargæslukerfið og það er stöðugt að vera að skoða löggjöfina líka, þannig að hún verji þolendur ofbeldis. Ég verð að viðurkenna, ég hef áhyggjur af því að þar sé brottur brotin þegar horft er til niðurstöðu Hæstaréttar í nálgunarbannsmálum sem til umræðu voru í síðustu viku og var í engu samræmi við mat lögreglunnar sem taldi nálgunarbann þá líklega einu leiðina til að vernda konu gegn ofbeldismönnum. Við verðum að muna að þolendur heimilisofbeldi standa oftar en ekki ráðþrota frammi fyrir ofbeldismanninum og skilaboð sem þessi geta haft þær afleiðingar að þolendur þora ekki að leita réttar síns og það getur jafnvel aukið hættuna sem að viðkomandi í. Heimilisofbeldi vissulega samfélagsleg ógn sem þarf að uppbreyta og það ekki hægt nema allir stefni í sömu átt. Þolendur þurfa að finna að raunverulegar úrlausnir séu til staðar og skilaboðin þurfa að vera skýr. Heimilisofbeldi bara ekki liðið. Því ætla ég að segja það einu sinni enn hér að það skref sem að við í borgarstjórn tókum með að það fari í samstarfi við lögregluna gegn heimilisofbeldi gríðarlega mikilvægt. Bæði fyrir þær konur sem við getum þá hjálpa og einnig sem forvörn fyrir þau börn sem að geta fundist á einhverjum af þessum heimilum. Grunnskólar Reykjavíkur, þeir hafa aukið jafnréttisstarf og jafnréttisfræðslu undanfarin ár, en þar má þá vel bæta í. Það gott að hafa í huga að þeir þættir sem eru verndandi í lífi ungmenna og sérstaklega þeirra sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi
eru sjálfsmat, hvernig þú metur sjálfan þig, stuðningur foreldra, viðhorf til skóla og þáttaka í skipulegu íþróttastarfi. Í skólum getum við og erum vonandi í flestum tilfellum að styrkja ungmenni í að brjóta upp staðalmyndir með jafnréttisfræðslu og meirihlutinn hér í borgarstjórn hefur einnig verið að leggja áherslu á að öll börn í borginni geti tekið þátt í skipulegu frístundastarfi og þannig má segja að við séum á vissan hátt að standa með þessum börnum þó við getum gert miklu betur. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á hefndarklám sem nú nýjasta ógnin sem enn og aftur beinist að stærstum hluta gegn stelpum og konum þar sem að nektar eða keimlífsmyndum eða myndefni dreift áfram í meiðandi tilgangi. Það hefur gríðarlega áhrif á líf konu að vera nakin og berskjölduð á internetinu ókomna tíð og því gildir hér sama krafa í kynlífi eða krafa samþykki. Ef að samþykki ekki fyrir dreifingu efnisins þá það ofbeldi. Staða í fræðslu meðal ungmenna í Reykjavík ekki kunn en ég veit að það var lagð fram tillaga að það yrði farið í fræðslu þessi atriði og ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúi Skúli Helgason segja okkur betur frá því og eftir. Ég veit líka til þess að fyrirtæki hér í borginni hefur ákveðið að kosta fræðslu fyrir foreldrafélög en það má veltast fyrir sér hvort við getum þarna eitthvað gert betur. Reykjavík þáttakandi í verkefninu Save Cities í samvinnu við UN Women. Markmið þess verkefnis að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi í almannarýmum í borgum og vekja athygli á sjálfsögðum rétti stúlkna og kvenna til þess að ganga öruggar sína eigin borg. En á síðasta ári fengu ég fréttir það að stór hluti kvenna væru hræddar við það að vera einara ferð í miðborginni. Vinkonu mín var að fara yfir þetta með dóttur sinni upp í Grafarvogi og var að bendin á örugga leið til þess að labba og var að útskýra fyrir henni að hún væri 12 ára og þyrfti að fara varlega og mætti ekki fara í einhver undirgöng og hún fór bara að gráta og mamma hennar spurði eitthvað svona, af hverju þetta gráta? Hún bara, þetta bara svo ósanngjarnt, af hverju þarf ég að vera að passa mig? Og mér fannst það eitthvað svo sterkt hún sagði mér þetta, ég sagði, ég alveg sammála, þetta bara ótrúlega ósanngjarnt. Þannig að ég er mjög ánægð með að við séum að taka þátt í þessu verkefni og reynum að minnka þessa ósanngirni í borgin okkar. Mansal, ég ætla aðeins að fá að minnast á það líka. Það engar áreiðanlega tölur til mansal en það talið að 40.000 fórnarlömb mansals komin í Evrópu á hverju ári og það sé 300.000 fórnarlömb mansals á hverjum tíma sem stödd í Evrópu. Við höfum engar tölur fyrir Ísland, en við vitum að mansals fórnarlömb hafa verið hér. Það hefur verið dæmt í einu máli, ef ég man rétt. Sameinuðu þjóðirnar áætla að mörg undanfarin ár hafa 2,5 milljón manna á hverjum tíma verið fórnarlömb mansals í heiminum, enda mansal orðið 3. arðsamasta smygl-greinin sem viðgengst. Sama manneskjan oft margseld. Og í fræðslu sem okkur var boðið upp á hér daginn í Ráðhúsinu fyrir okkur kjörna fulltrúa, þá kom meðal annars fram að mikil eftirspurn var eftir ófrískum konum. Það þá hægt að aðskilja konu og barn þegar barnið fætt og selja barnið og konuna svo áfram í sitt hverju lagi. Konan jafnvel fyrst látin smygla eiturlyfjum og svo seldi vændi. Og við heyrðum svona margar hræðilegar sögur þarna og ég bara vil sannarlega leggja allt mitt á mörkum til þess að við reynum að forðast það að svona örlög eigi fólk í okkar borg. Samkvæmt Alþjóða vinnumálastofnuninni talið algengast að fórnarlömb mansals séu seld í kynlífsþrælkun eða tæplega helmingur fórnarlamba mansals. Og jafnvel, bandarísk stjórnvöld hafa sagt að þetta sé rúmlega helmingur og alþjóðlega fólksflutningastofnunin segir að þetta sé 80% og svona, þannig það er svona misjafnt, en það er allavega vel ríflega helmingur sem að fer í vændi. Ég fer í vændi, kynlífsþjónustu, klám og barnaklám. Þannig að með því að ef við getum einhvern veginn minnkað eða stuðla að því að minni ásókn sé slíkt efni, þá getum við komið í veg fyrir að fólk sé selt mansali.
En Reykjavíkurborg er líka með sína nærþjónustu í kjörstöðu til þess að skima fyrir mögulegum fórnarlömbum og koma þeim til hjálpar. Fórnarlömb eru yfirleitt full af skömm og sektarkennd og þau leita sér sjaldnast hjálpar. Og starfsmenn Reykjavíkurborgar þurfa því að vera vakandi á öllum sviðum í þjónustumiðstöðum, frístundaheimilum, skólum, í aðstoð við hælisleitendur og framvegis. Það er hægt að fá mikla fræðslu um þetta, það er hægt að fá spurningar sem maður getur spurt og það er hægt að leita eftir ákveðnum einkennum. Í þessari fræðslu sem ég nefndi áðan, sem ekki kannski mjög margir sóttu, þá kom fram einmitt að í undirheimum Reykjavíkurborgar megi jafnvel finna mansal þó við höfum hingað til ekki skilgreinda sem slíkt. Við sem borg þurfum líka að passa það að þegar við bjóðum út verk að þá farið það til fyrirtækja sem virða mannréttindi og starfsmannastefnu og hafa starfsmannastefnu sem samið það. En já, það sem ég er svona að reyna að segja er að það þarf mjög mikla vitundavakningu innan okkar borgarkerfis. Við þurfum að átta okkur á umfanginu á þessu máli og við þurfum vitundavakningu meðal almennings í borginu okkar líka. Við þurfum virkilega að velta því fyrir okkur hvað við getum gert. Gætum við farið í átak með lögreglunum til að auglýsa hvaða símanúmer á að hringi ef við grunar einhver sem mansalsfórnarlamb? Eða þurfum við að gera upplýsingar til barna hvert þau geta leitað ef þau verða fyrir ofbeldi eða grunar eitthvað annað barn sé að verða fyrir ofbeldi? Kynfræðslu, hafa líka að kenna foreldrum kynfræðslu. Mörg foreldrafélög hafa verið að bjóða upp á slíkt bara þannig að við getum talað kynlíf við börnin okkar. Það virðist að hafa breyst síðustu árin, hvernig á að ræða það. Geti borgin komið einhvern nátt inn í það. Það hefur líka verið rætt það að stofna ofbeldisvarnaráð í 20 ár á vegum ríkisins, þar sem hægt að sameina krafta samfélagsins til að takast af við ógnir sem þessar. Það hefur ekkert orðið á slíku. Gæti Reykjavíkurborg stofna ofbeldisvarnaráð? Gæti við haft sérstakt ofbeldisvarnaráð hér, þar sem við leggjum áherslu á baráttu gegn ofbeldi í borginni, ekki síst kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Ég myndi vilja sjá okkur allavega skoða það. En ég ætla bara að fá að enda á því að fagna bara þeirri umræðu sem við erum að eiga hér núna, stjórnmálin og samfélagi allt. Við verðum að ræða þetta og við verðum að bregðast við þessu. Við þurfum vernd fyrir konur og börn í þessu samfélagi. Reykjavík á og er að taka forystunni í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og við eigum að gera enn betur á næsta árum. Reykjavík hefur alla burði til þess að vera öflugasta borg eða öruggasta borg í heimi fyrir konur og ég myndi vilja vinna því með ykkur. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið málinu sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúa, ég vil fagna því að við séum að ræða þetta mikilvæga mál hér í borgarstjórn í dag og hér hafa verið bornar á borð prýðilega ræður með mjög svo umhugsunarverðri tölfræði útbreiðslu þessara mála sem að hér eru undir og við ættum öll að hafa það í huga að það lætur nærri að önnur hver kona hér í landinu hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða ofbeldi af einhverju tagi. Það er makalaus tölfræði, sýnir okkur að umfangið er svo útbreitt í okkar samfélagi að það ætti að vera forgangsverkefni hér í þessum sal að við bindum samtökum það að sporna við þessari þróun, hvernig sem að það er gert. Það hefur verið vel farið yfir það bæði af borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur og Heiðu Björgu Hilmisdóttur að borgin hefur stigið inn í þennan málaflokk með myndarlegum hætti. Það er til sérstök aðgerðaáætlun borgarinnar sem að unnið er eftir á einstökum sviðum og það er forvarnateymi til dæmis á skóla- og frístundasviði sem að hefur beitt sér í því máli. Þar hefur verið sett á fót verkefni sem að heitir opinskátt ofbeldi sem að heyrir undir þessa áætlun og er
þróunarverkefni þar sem að leik- og grunnskólar og frístundamiðstöðvar hafa unnið saman. Verkefni felur í sig bæði fræðslu til starfsfólks, smíði viðbragðsáætlunar og núna á vorin stendur verkefnastjórn fyrir einstökum verkefnum sem dæmi má nefna hönnun veggspjalds rétt barna til lífs án ofbeldis sem að gert ráð fyrir að vera dreift í alla skóla í borginni á haustmánuðum. Skóla- og frístundaráð samþykkti í maí síðastliðnum tillögu sem að beinist að fræðslu- og forvarnar átaki fyrir börn og ungmenni í grunnskólum og frístundarstarfi sem að kemur að þessu efni sem við höfum hér verið að ræða sem að tengist því sem að kalla hefur verið hefndarklám. Það er að segja miðlun mynda með nútímatækni, þeirri ábyrgð sem að því fylgir að dreifa slíkum myndefni og skaðseminni sem að það getur valdið. Mér langar reyndar aðeins að nefna það, ég held að það sé mikilvægt að við rýnum aðeins þetta hugtak hefndarklám og ég tel fulla ástæðu til þess að gera fyrirvara við þetta hugtak því að það gefur til kynna að þolandinn hafi gerst sekur eitthvað sem að kalli á hefnd af hálfu gerandans. Full ástæða til að halda því kyrfilega til haga að það á engan hátt hægt að réttlæta það þegar að gerendur dreifa til dæmis nektarmyndum af fyrrverandi maka, kærustu eða kunningjum, til dæmis í kjölfar sambandslita og hugtaki hefndarklám í þessum skilningi mjög villandi. Óbein tilraun í raun og veru til þess að réttlæta verknaðinn óbeint með því að drepa því og dreifa að ábyrgðin liggur eingöngu og aðeins hjá gerandanum í þessu máli og hvergi annars staðar. Það hefur verið stofnaður starfshópur til að fylgja eftir þessari tillögu sem að ég nefndi áðan að var samþykkt í maí síðastliðnum í skóla- og frístundaráði og sá starfshópur vinnuna því að móta þetta verkefni viðbrögð við hefndarklámi í samstarfi við aðila sem hafa þekkingu á því máli, þar á meðal samtök foreldrasamfólk, barnahúsi og umboðsmann barna. Það er mikilvægt sömuleiðis að hluti af verkefninu að fá fram sýn ungmennanna sjálfa á þetta mál og hvernig verði best af því staðið og hefur verið reifað að það verði gætt þess að snerta á fjölmörgum þáttum sem að því tengjast svo sem aðalnámskráni, einum grunnþáttum menntunar, jafnrétti, lýðræði, mannréttindi og svo framvegis og ýmsum þáttum sem að hafa áhrif á upplýsinga og tæknimennt í grunnskólum borgarinnar og leikskólum. Og ég tel mikilvægt að setja þessari vinnu kannski skýrari tímaramma heldur gert hefur verið og vera vakandi fyrir því að það þarf að setja þessa vinnu í forgang, hrinda tillögum sem að koma út af þessari vinnu hratt og vel í framkvæmd og tryggja að það sé fjármagn til þess að fylgja þessu eftir. Fræðsla er nauðsynleg þennan málaflokk. Það er mikilvægt að við bindumst samtökum það að kveða kynbundið ofbeldi niður, fræðum börn og ungmenni mismunandi birtingarmyndi þess og hvað við getum gert til að sporna við þessum ófögnuði sem samfélag. Við ræddum hér áðan í byrjun þessa fundar stefnumótun í málefnum ungs fólks og því miður það þannig að stór hluti þolenda hefndarkláms einmitt ungt fólk og hluti gerenda úr sama hópi. Það er okkar skylda hér að uppfræða ungt fólk áhrif þess að dreifa hefndarklámi og skelfilegar afleiðingar sem að því geta fylgt fyrir viðkomandi þolendur. Fræðslan þarf að draga fram alvarleika þessara brota og hafa það markmið að við sameinumst að úthýsa þessum vágesti úr okkar samfélagi með opinni umræðu, víðtækri fræðslu, þjónustu við þolendur, skýrum viðurlögum gegn brotum og markvissum betrunar úrræðum gagnvart gerendum. Umræðan er sannarlega tímabær, ég fagna henni, en við þurfum að gera meira, við þurfum að vera á vaktinni gagnvart því að þurfa að stíga næsta skref, að móta skýrar aðgerðir það hvernig við snúum þessari óheilla þróun við því að þróunin er skuggalega hröð í þessum efnum. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil sérstaklega þakka fyrir þessa umræðu og ég tek undir það sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði. Þessi umræða er mikilvæg, við þurfum að halda inn á lofti alltaf
Þetta málefni sem við þurfum stöðugt að vera að tala öðruvísi komumst við ekki áfram í þessum málum. Það sem ég held að skipti líka máli það að fólk stígi fram sem hefur lent í slíku sjálft, það verður til þess að hjálpa öðrum. En umræðan hefur mikið breyst síðustu árin, við þekkjum það flest að umræðan kynferðisbrot kannski byrjaði fyrir alvöru fyrir 30 árum síðan og það hefur mikið breyst bara síðustu árin. Fólk hefur verið að stíga fram og segja sína sögu sem hefur verið öðrum til hjálpar og birtingarmyndirnar eru að breytast eins og til dæmis varðandi hefndaklámið og við verðum öll að leggjast á eitt og vinna saman og halda þessari umræðu á lofti. Takk. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn. Já, það er rétt að þetta alltaf þörf umræða á hvaða vettvangi sem og líkt og fram hefur komið eru ýmsir snertifletir við þennan málaflokka formlega inn í borgarkerfinu. Það er ýmsar leiðir til að fræða í skólakerfinu og annar staðar. Við erum að taka þátt í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi með lögreglunni. Svo erum við að taka þátt í verkefninu Safe Cities og svo framvegis. Ég ætla kannski ekki að bæta sérstaklega miklu við það sem fram hefur komið nema kannski helst af því að ég töluvert inn í eins og gefur að skilja inn í internetmálunum og kannski þeirri nútímalegu samfélagsþróun sem því samhliða. Ég ætla kannski að byrja því að taka undir orð borgarfulltrúa Skúla Helgasonar að þetta orð hefndarklám frekar óheppilegt. Þetta náttúrulega bara bein þýðing á enska hugtakinu revenge porn og hafði dálítið afmarkaða skírskotun upphaflega. En auðvitað á þetta hugtak og það sem við erum að tala þar við allar nektarbirtingar á fólki í óþökk þess. Og þar þarf það náttúrulega bara að hafa á hreinu að við þurfum virða þarna á mannhelgi fólks að þó svo að það séu kannski ákveðin mótrök að fólk eigi ekkert að hafa neitt til að skammast sín fyrir og það eigi ekkert að vera neitt tiltökumál þó að það séu alls konar myndir til í það í opinberlega. Þá á þetta að vera eitthvað sem að fólk á að fá að stjórna sjálft. Og allt sem að fólk biður ekki sjálft að sé sett á netið orkar tvímælis töluverðu hvort að fólk eigi ekki að hafa einhverju að stjórna þessu sjálft, sérstaklega þegar kemur að hinu allra heilagast og kannski einhverju efni sem að það lætur einhverju aðra að hafa í trúnaði, ábyrgðin á því að einhver setji svoleiðis á netið eða birti með öðrum hætti opinberlega alltaf á viðkomandi. Það að gera að hafa það á hreinu. Og þarna tæknin notuð með ýmsum hætti. Það til dæmis, það hægt og þekkt að fólk jafnvel kúgað annarkvort bara í einhverju gríni eða reynda að kúga út úr í peninga eða annað með því að hóta að birta svona. Og krakkar nota þetta til að leggja hver annan í einelti og svo framvegis. Og þetta eitthvað sem að verður sérstaklega vegna eðli tækninnar það sem að svo auðvelt að setja þetta inn þó svo að akkurat í þessum töluðu orðum þá núna frétt sem að ég sé á netinu af RÚV þar sem að talað að persónuvernd hafi úrskurðað svo að maður sem að setti myndir af stúlkum á netið í óþökk þeirra, það var ein sem að kærði það til persónuverndar og persónuvernd hefur gert honum að fjarlægja þetta af vefsíðunni og með leyfi forseta þá segir í fréttinni að samkvæmt lögum persónuvernd má leggja fésektir á brotamenn, jafnvel stinga þeim í tukthús. Þannig að úrræðin virðast vera fyrir hendi, en það gildir þá væntanlega
ekki endilega alþjóðlega og sérstaklega ekki ef það ekki hægt að rekja það hver að baki viðkomandi síðum eða hver ábyrgðar aðili í hverju sinni. Og akkurat út af þessu hversu erfiðlega getur gengið að rekja svona laga, þá besta vopnið alltaf að hvetja til samfélagslegrar ábyrgðar og hafa stöðuga umræðu þetta og kalla þá til ábyrgðar og vekja athygli á því hversu alvarlegar afleiðingar svona laga getur haft. Og það gildir auðvitað kynferðisofbeldi almennt að samfélagið sterkasti skjöldurinn og þá ekki gott að fara alltaf út í einhverjar blammeringar og útskúfanir á gerendunum þó að ábyrgð þeirra sé alltaf mikil. Og eitt af henni jákvæði í þróuninni í umræðunni og því hvernig brugðist við svona akkurat áherslan á að líta svo á að allir eigi alltaf tök á því að snúa tilbaka og tök á því að læra og axla sína ábyrgð á sínum gjörðum. Ég held að það sé mjög mikilvægt líka til þess að hjálpa gerendunum sjálfum að koma fram. Að þeir eru ekki að hættu af því að vera algjörlega jaðarsettir ef þeir sína tilburði til þess að snúa við blaðinu og það gildir auðvitað alla sem að fremja af sér þó að afbrot, þó að mörkin á milli þess hvað refsing og hvað endurhæfing séu eitthvað sem ekkert alltaf einfalt. En ég held að ég láti þetta gott heita. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Forseti og góðir borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu og hún hefur verið tekin hér upp. Hún að sjálfsögðu alltaf mikilvæg og manni óar við því sem að okkur berst í fréttum og jafnvel vitum við af tilvikum þar sem kynbundið ofbeldi að ræða og að sjálfsögðu getum við aldrei nokkuð tíman sætt okkur við það og eigum að gera allt sem við getum til þess að vinna gegn því. Og hluti þess auðvitað að taka umræðina hér í þessum sal þessi mál vegna þess að eitt af mikilvægasta sem við gerum að vera með opna umræðu þessi mál og draga úr öllu pukri og draga úr því að það sé eitthvað tabú að ræða málin. Þannig lengi vel þreifst ofbeldi í skjóli þess að umræðan var ekki tekin, í skjóli þess að fólk vissi hreinlega ekki af því hversu alvarlegir hlutir væri að gerast. Það væri mjög áhugavert að taka þessa umræðu lengra og kannski síðar. Hún var að hluta til, sérstaklega hjá frummælanda á mjög fræðilegum grunni og oft á tíðum að þá þarf maður á því að halda að skerpa á hugtökum. Ég rifjaði upp meðan umræðan fór fram að því að hér kom fram aðgerðir ríkisstjórnar að þá fann ég það að til dæmis ríkisstjórnin sem satt árið 2006 setti fram aðgerðaráætlun vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis og það var bæði varðandi aðgerðir vegna heimilanna, ofbeldis þar og kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og það voru sett fram 4 meginmarkmið í þeirri aðgerðaráætlun. Eins og ég hef sagt hér áður þá á ég sæti fyrir hönd sveitarstjórnarstigsins á Íslandi á Evrópuráðinu sem fundar að jafnaði í Strasbourg. Þar átti ég þátt í því að samþykkja aðgerðaráætlun varðandi ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi.
og Ísland hefur staðfest þessa áætlun og hún nær auðvitað til í gegnum Evrópuráðið 800 milljóna í 47 löndum sem eru innan Evrópuráðsins, Evrópulöndin og evróasísku löndin. Þannig að við höfum margt til að vinna úr og ég ítreka það að mér finnst reyndar margt hafa komið hér fram og ég ætla ekki að vera að endurtaka það. Þakka bara enn og aftur fyrir umræðuna því að hún stuðlar að því að draga fram í dagsljósið það sem á alls ekki að vera í felum, vegna þess að það sem er í felum, það stuðlar að ofbeldi og við eigum ekki að láta nokkurn komast upp með það. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir síðust á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir mjög góðar umræður hér í dag. Ég finn að hér er mikill samhugur það að kynbundið ofbeldi eigi ekki að líðast í þessari borg. Það er frábært og mikilvægt vegna þess að við þurfum að vera samstiga í þeim verkefnum sem við þurfum að fara í til þess að útrýma kynbundnu ofbeldi. Ég finn fyrir, ég er eiginlega rosalega þakklátt vegna þess að það er ekkert sjálfsagt. Þetta er ekki sjálfsagt einu sinni á Alþingi, þetta er ekki sjálfsagt í öðrum sveitarstjórnum. Reykjavíkurborg hefur alltaf haft borið gæfu til þess að standa saman þegar kemur að þessu máli. Við höfum gert það þegar við samþykktum mannréttindastefnuna, við gerðum það þegar við spornuðum gegn súlustöðunum í Reykjavík, við gerðum það þegar við hvöttum Alþingi til þess að banna kaup á vændi, þegar við báðum Alþingi að banna stripp. Svona get ég lengi talið, við höfum staðið saman í ótrúlega mikilvægum aðgerðum og áskorunum þegar kemur að því að útrýma kynbundnu ofbeldi og ég er mjög fegin að við gerum það áfram og ég er viss að við eigum að hafa heilmikil áhrif til framtíðar með svona samstíga hóp. Takk. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og telst umræðu lokið þennan dagskrárlið. Við göngum í næsta mál, tökum fyrir 5. mál á dagskrá sem er umræða könnun